takturinn eitthvað sem við höfum bara úr móðurkviði, sko. Pósturinn með taktfastan hjartslátt, æðaslátt móðurinnar. Það sveiflast í takti þegar móðurinn gengur, þannig að taktur eitthvað sem er bara meðfætt. Í kvöld hittum við Helenu Jónsdóttur danshöfund og Hilmar Örn Hilmarsson tónskáld. Þau eru bæði þjóðkunn fyrir list sína. Dansmyndir Helenu hafa vakið mikla athygli fyrir óvanalega nálgun og Hilmar hefur náð lengra en flestir Íslendingar á sviði kvikmyndatónlistar. Sko það byrjaði eiginlega, ég verið 16 ára þegar við hittumst ég og Friðrik Þór í MT og ákváðum það bara að hann myndi leikstýra bíómyndum og ég myndi ekki semja músík við þær. Og svo gerði hann mynd sem aldrei var kláruð, sem var svona mjög trúarlegs eðlis. Og það var svona eiginlega fyrsta alvöru verkefni mitt. Ég man bara aldrei eftir mér á þess að tónlist hafi verið eitthvað svona frumafl í mínu lífi. Og kannski vegna þess að ég ólst upp í húsi þar sem á efri hæðinni bjó maður ömmusystur minnar sem var Páll Ísólfsson og frá því ég gat skriðið þá var ég bara búinn að skriða upp til hans og hlusta á hann að æfa sig og hlusta á tónlist og hann var svona mjög miðlægt afl í minni tilvist alveg fram á tónlingsaldur og svona að sá skóli sem ég gekk í hjá honum hefur alltaf bara fylgt mér. Ég fór oft með Páli þegar hann var að æfa sig niður í Dómkirkju og satt á orgelbekknum með honum og ég bara man eftir því að verandi með svona frekar sérstakt syndrom sem var kallað sýnastresía þar sem að skilvitin leka saman að ég get fundið bragð af tónum og upplifað svona liti og lögun við að heyra tónlist og ég man bara eitt minn eftir því að hann var að spila sjakón eftir Pachelbel sem að bara var svona eitt minn bara varði einhvern minn rosaleg sko alltumlíkjandi upplifun. Hvernig var hún að bragðið? Ég held að hún hafi verið svona það hafi ekki verið svona engiferbragðið af henni. En hafði ekki smakkað engifer þessum tíma. Þetta er svona kannski að bragðið minni dofnar kannski með aldrinum en þannig svona þegar þú fyrst engifer í fyrstu og svo já, þetta er sjakkonan. Já, þarna, já, sjakkon í tíu. Hilmar var trommuleikari tíma og spilaði mikið jazz. Sem strákur lærði hann á píanó og einnig fiðlu. Í dag spilar hann lítið á þessi hljóðfæri og lætur aðra að flytja tónlistina sína. Núna er ég bara algjörlega hljóðfæralaus þannig að ég hef ekki haldið neinu við og þetta er meira og minna allt í hausnum á mér. Þú getur ekki tekið upp fiðluna hérna núna og spila fyrir okkur? Nei, ég gerði það ekkert fyllir í Englandi fyrir einhverjum 25 árum síðan og ég held að Paganini hafi snúist eins og kjúklingur á teini í gröfinni. Rétt eins og Hilmar hefur Helena Jónsdóttir komið nálægt kvikmyndagerð. Hún hefur samið dansverk fyrir ótilhendi sjónvarpsþætti, bíómyndir, tónlistarmyndbönd og líka sviðsverk. Í seinni tíð hefur hún fengist mikið við að búa til dans og hversdagslegum hreyfingum, jafnvel úr ómeðvituðu líkamstungumáli eða body language eins og það heitir á ensku. Ég er mjög heilluð af og alltaf verið. Ég kem náttúrulega frá þessum klassíska ballettgrunni, þar sem er mikil tækni og mikið verið að þróa út frá sérhæfni og ná sko
ná hefði fullkomna mómenti raunverulega út frá það sem líkaminn getur gert. Og síðan í dag ég að vinna mikið með svona, við köllum það á erlendu tungumáli non-dancers, eða ekki dansara. Sem sagt bara náttúru hreyfingarnar sem við höfum öll. Ég stundum verið að velta fyrir mér hvað eru skilin á milli bara hversdagsleikans og nútímadansins. Hvar eru þessi mörk? Þú veist, hvenær verður hversdagsleg hreyfing að dansi? Það bara leið og maður setur meðvitundin í gang. Fyrir mér eru allir dansarar. Það er bara spurningum í hvaða samhengi maður setur það. Ef ég myndi taka, höfuð þitt þegar þú segir já, þegjandi og hljóðalaust, og hendina þína og endurtek þessar hreyfingar, þá fyrir mér þetta orðið að dansi eða kóreógrafíu. En hvernig var það? Byrjaðirðu í ballettinum? Já. Hvað, þá bara þú varst mjög lítil eða? 6 ára gömul. 6 ára gömul í ballettskóla? Já, píatískeifi. Já, einmitt. Og kláraðu þann skóla alveg eða? Hún svo frábær, eða var svo frábær að hún þjálfar okkur og gefur okkur grunninn og svo tókum við prufur inn í Listdansskóla Íslands, eða þá hét hann Listdansskóli Þjóðleikhússins. Og hvað varstu þá gömul? Þá var ég 12 ára. Listdansskóli Þjóðleikhússins var stofnaður árið 1952. En danskennsla á Íslandi hafði verið nátengd leikhúsinu miklu lengur, í rauninni fljótlega eftir að Leikfélag Reykjavíkur var stofnað árið 1897. Og leikkonurnar þar náttúrulega fundu að það vantaði eitthvað í þjálfun eða í bara, til þess að leikararnir á sviðinu gætu hreyft sig almennilega og gert hluti og skapað karaktera úr þessu fólki sem það var að leika. Og það voru eiginlega leikkonurnar fyrst sem að byrjuðu að kenna hér dans, en þetta sem sagt í upphafi 1906, 5-6-7, upphafi 20. aldar, og á þessum tíma var allur dans settur undir sama hatt. Þeir sem að kenndu samkvæmisdansa þessa tíma, valsa og polka og ræla og allt það, þeir kenndu líka það sem var kallað plastik. Það var svona danshreyfingar eða ýmis konar hreyfingaþjálfun og þeir kenndu klassískan ballett. Þetta var allt sameiginlega í danskennslu. Listdansinn átti lengi erfitt uppdráttar. Það var ekki fyrr en árið 1947 að Félag íslenskra listdansara var til. Listdansskóli Þjóðleikhússins var stofnaður nokkrum árum síðar og tilkoma hans var stór áfangi í framþróun dans og danskennslu á Íslandi. En dansnámið átti eftir að þróast ennþá meira. Árið 2000, í kjölfar aðalnámskrá 99, að þá stofnuð framhaldsdeild í Listdansskólanum, þar sem hægt var að fara á listnámsbraut í framhaldsskóla og fá allt námið sitt metið. Það hafði áður verið eitthvað af náminu hafði verið metið bæði í MH og Ármúla. En þarna var þetta svona formlegt plagg, opinbert plagg, sem að sagði að það var listdansbraut og það var skilgreindar 52 einingar sem að hægt var að fá metnar. Og með því að fá framhaldsnámið, og þar fara að útskrifast krakkar, að þá kemur hópur sem að þrýstir á frá háskólanám. Og Listaháskólinn bregst við því kalli, fyrst 2005 með einstafs diplómanámi og síðan það 2007 sem komið 3 ára BA-nám í listdansi. Og það að vera komið með listdansinn á háskólasviði náttúrulega mjög sterkt. Listdansinn á Íslandi á sér stutta sögu. Við eigum samt ekki stutta danshefð. Kirkjunni tókst aldrei alveg að banna dansinn á Íslandi, þá hefur verið dansað hér frá upphafi. Á hverju skiptir dansinn svona miklu máli? Á hverju dönsum við eiginlega? Það sem eðlilegt manninum, það að hreyfa sig, það eðlislegt manninum að tjá sig og það fyrsta sem hann getur gripið til eigin líkami. Og það sem að verður var við bæði að eigin reynslu og með því að skoða
söguna að dansinn, hann býr til ástand, hann býr til tilfinningalegt ástand. Þú verður hæ að dansa, þú ferð í annan heim. Þetta vita þeir sem stunda hásmúsík, þetta vita þeir sem stunda svona sjamaníska dansa, hvað sem heitir dansar indjána eða hvað sem heitir diskotekið eða frumstæð, að menn fari í annað ástand og þetta eins og að tengja sig inn í heim tilfinninga, hvata, kenda, óra, fantasíurnar eða útópíurnar eða þessi jákvæða skilurðu, það sem hið óordna sést skyndilega af því að þú ert komin í ástand til að sjá það. Já, við getum séð það bara frá öllum tímum að bara á hallaristum í Skandinavíu að dans hefur náttúrulega verið notaður í trúarlegum tilgangi. Þó við sem tala einhverja danshefð sem ekki nema kannski 200 ára gömul, eins og ballettin, að þá uppruninn alltaf trúarlegur og tengdur helgisiðum. Og hver þessi tenging eiginlega? Dansinn og heimur hins yfir skilvillega, hvað það sem að tengir þetta tvennt? Sko þetta náttúrulega bara þessi hugmynd að guðirnir komi yfir fólk, við erum með þessa hugmynd enska orðið enthúsiasmi kemur úr enþeosar þegar guðin tekur fólki yfir. Þetta einhver frumtjáning væntanlega sem hefur kannski verið skipulagðri heldur en við gerum okkur grein fyrir en sem sé að hreyfingin og þessi losun, tilfinningarlosun sem fylgir henni náttúrulega eitthvað sem bara innbyggt í manninn. Segðu mér nú aðeins verkið sem að þið Hilmar verða að fara að semja. Við duttum bæði einhvern veginn leið við vissum að við yrðum saman í þessu verkefni að þá komu 2 mjög sterkar myndir í mitt höfuð og svo fann ég það síðan þegar ég setti mig í samband við hann að hann var á svipuðum stað. Fyrsta myndin var sem sagt stjörnu, bara geimurinn, alheimurinn. Kannski það því ég er búin að vera svo mikið að skoða The Big Bang, hvort að þú kannast í það. En það eitthvað við það að vera við manneskjan, þú veist, svona lítil, einhvern veginn hver að potast í sínu horni og síðan setja inn í samhengið, þú veist, alheimurinn. Og þá erum við að tala sjónarhornið frá einhverju stjörnu yfir á jörðina. Þessa mynd þekki mjög sterkt og sama tíma fekk ég aðra mjög sterka mynd. Það var hvort þú hefur séð, fugla, þeir fljúga og þeir mynda svona, form og svo farið þeir sundur. Og Hilmar tók einmitt vel í það að hann var einmitt sá fyrir sér að semja tónverk sem myndi að fuglarnir raunverulega, þegar ég heyrði það þannig, myndi raða upp nótunum. Og við erum búin að vera að skiptast á hugmyndum og hún hefði sendt mér myndefni. Hún vinnur gjarnan með það að gera svona collage, raða saman myndum sem getur verið þá áferðir og litir og svona hugsanlega vísbendingar hreyfingar. Og þetta er mér eiginlega bætt með í einhverjum sérkennilegum dansi. Sjálf við erum eitthvað með að reyna að nálgast þetta úr sittbæri áttinni og mest hefur þetta gengið út af það að finna einhverjar tilvílanir sem gætu sameinað okkur og síðan sem sé að raða saman bútum sem við búum síðan þræði á milli þannig að það verður einhver svona narratífur strúktúr. Á næstu vikum héldu þau Hilmar og Helena áfram að skiptast á hugmyndum. Verkið fór að taka sér mynd. Tónlistin byrjaði að óma, meðal annars í tíbeskum söngskálum. Þær gáðu frá sér hljóð sem Hilmar þróaði svo í tölvu. Óreiðukendar fantasíurnar nálguðust veruleikann. Hugmyndirnar kristölluðust í því að talað mál varð að danshreyfingum. Og 2 dansarar komu til sögunar, annar á sviði, hinn á myndbandsupptöku sem átti að vera varpað á plexiglerplötur.
Það kom mér alltaf óvart að orð hafa skipt alltaf miklu máli í þessum prósess og stundum meira heldur en kannski hreyfingar eða tónar. Já. Það er svona, já, mér finnst það svona alltaf skemmtilegt. Það eru tveir sem dansa, eða ekki? Jú. Hverjir eru það? Ég kallaði það í mínu tilviki flytjendur. Það er að segja aðalflytjandinn Friðgeir Einarsson og listamaður sem búinn að pröfa ýmislegt að fara í hlutverk leikstjórans, handritshöfundarins, jafnvel dansarans, leikarans og svo framvegis. Og ég mjög heilluð af svoleiðis listamönnum. Og síðan kemur þarna í heimsókn dansandi búkar. Á endanum varð ofan á svo hugmynd að hreyfing í fyrirlestri yrði að uppsprettu danshreyfinga. Þegar við tölum erum við ekki hreyfingarlaus. Við hreyfum hendurnar til að leggja áherslu á það sem við meinum, bendum með fingrinum, búum til form í loftinu. Við notum líka svipbrigði og hreyfum oft allan líkamann. Sá sem heldur fyrirlestur talar ekki bara, heldur gengur golf og baðar út höndum. Orð verða þannig að hreyfingum. Hjá Hilmari og Helenu urðu þessar hreyfingar að þeim nýstárlega dansi sem við sjáum hér á eftir. Við báðum Þorvald Þorsteinsson að halda fyrirlestur og við tókum það upp á vídeó. Og svo lágum við Friðgeir lengi vel yfir að læra hreyfingarna. Það hefur verið svolítið svona uppsprettan inn í atburðarás. Og þá eins orðin sem hann hefur verið að segja og hvernig við slítum það sundur, hvernig það hefur flust yfir í tónlistina og þetta hefur haft gífurlega mikil áhrif, þessi uppspretta. Þannig að ég hef búinn að vera með taktmæli sem heitir Þorvaldur Þorsteinsson, Já. Þar liggur hundurinn grafinn. Og svo það annað. Veðurfræðingur les Rafn Karlsson. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland, austan 8 til 15 metrar á sekúndu og úrkomulítið. Hvassast syðst. Austan 5 til 10 á morgun og rigning með köflum, hiti 6 til 12 stig. Faxaflói, austlæg átt 5 til 10, skýjað með köflum og þurrt að mestu, en lægir með kvöldinu. Austan 3 til 8 á morgun og dálítil væta af og til, hiti 7 til 14 stig að deginum. Breiðafjörður fremur hæg austlæg eða breytilátt og bjartviðri, hiti 8 til 13 stig yfir daginn. Dálítil væta af og til, hiti 4 til 10 stig. Hæg austlæg átt og yfirleitt bjartviðri, vestfirðir á mánudag, ákveðin austlæg átt með víða rigning. Strandir á Norðurland vestra, hæg austlæg átt og víðast veður, bjart en sumstaðar þokuloft í sjóinn, hiti 7 til 13 stig í daginn, mun svalara í þokuloftinu. Norðurland eystra, suðaustan 5 til 10 og léttskýjað að mestu. Austlægar á morgun skýjað og þurrt að kalla, mun svalara í þokuloftinu. Dálítil væta af og til verið sæl. Og það nóg. Eins og ég sagði áðan, hef ég tíma fyrir. Ok.
Frá? Frá hverju?